Góða kvöldið. Velkomin í útsendingu á opnumdeildinni. Round nummer 5. Við ætlum að gera Trial Mountain á Group 3. Við erum með ykkur hérna Magnús. Góða kvöldið. Og Þórður. Við ætlum að vera með góða mætingu hérna í kvöldinu mér. Allavega sæmilega. Það er allavega tvöfalt fleiri á braut núna heldur en var í síðustu keppni. Ég pældi því. Og það eru nokkri nýir. Já. En svo það eru hvað, 8 á braut núna? Það eru 8 á braut og þar að veru 3 nýir. Það er heldur gott, svona vil ég hafa þetta. Fá alveg Og nýja við erum meira að sjá nýjan bíl á braut sem við höfum ekki séð tímabili. Er það Bergur? Nei. Nei, það er Sindri. Nei. Nú, hvað þá? Það er Thompson. Já. Sem er mættur á Viper. Já. Dodson er ágætur. Nei. Og svo er Sindri okkar Doxy að mæta núna aftur eftir smá fjárveru og á gömlu góðu korvetinu sinni. Já. Þessi braut er helviti trikki. Hún er rosalega hröð og skemmtileg. Hún er rosalega tæknileg. Þú getur alveg munað sko ef þú hittir beygju alveg kolvitt þá getur það tapað undir hálfri sekúndu bara á einni beygju inni. Þannig að þetta menn þurfa að ná að hitta Apexi rétt til þess að ná að setja góða tíma. Að miða við þessa nýju sem við erum að sjá á brautina að virðast þeir nú ekkert vera neitt alveg alslæmir. Við munum sem sagt keyra hérna eftir smá stund tímatöku bara eins og venjulega og förum svo yfir í 16 hringja reis og það er smá breyting miðað við hvernig var í fyrstu 4 umferðum. Nú var þannig að við erum búin að taka medium dekkjaskilduna út. Þannig að það eru bara harddeck mandatory. Og önnur breyting sem var gerð er að í reisinu þá byrja opnudeildin og önnudeildin bara með hálfan tanka bensíni. Út þess að dekkjaskildu á þessu 2 compound. En erum að neyða þá
sem að bensinni dugar ekki alla 16 hringina. Þetta er smá leið fyrir okkur til þess að reyna að finna út hvernig við getum gert þetta sem raunverulegast og skemmtilegast fyrir bæði keppendur og áhorfendur líka. Já, þetta eru spennandi breytingar. Við það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. Já. Við sjáum að það eru einhverjir komnir bætist eitthvað við. Hannes bætist við. Jón Ægir er ekki mættur. Hann er í fyrsta seti í deildinni akkurat núna. Jón Valdimars er á braut. Hann er í öðru seti. Bergur Gesson, hann er mættur. Hann er í þriðja seti. Þar rétt á eftir er Hannes í fjórða með 52 stig og meðan Bergur er með 53. Hilmar Darri. Er það þessi? Hvaða Hilmar er þetta? Hvaða Hilmar er mættur á braut? Já. Hilmar Darri er allavega... Nei, hann fer náttúrulega, ég gleymi svo aftur. Hann er náttúrulega komin upp í aðra deild. Þannig að hann verður ekkert með, en hann er ennþá í 5. seti í deildinni. Steingrímur Snæbjörnsson, er hann mættur? Hann er í 7. setinu, hann er ekki kominn. 7. seti var meir Pálmar Henry, hann er heldur ekki kominn. Valdimar Örn í 8. seti eins og hann er ekki heldur á braut. Sveinn Arnarsson ekki á braut, enda eitthvað staðar út í heimi. Ég ætla ekki að segja hvaða borg hann er í. Siggi Hreggviðs er ekki á braut. Nei. Hann er í 10. seti. Hann er ekki. Og Björgvin vermir botninn með eina keppni þarna í annarri umferð. Eins og En nú bætast við aldeilis. Það er aldeilis. Nú sjá, það er... Vantar einn. Antara, hann er kominn. Þannig að þá bara er ekki það heldur en að starta kóli. Kristján Æskól er ekki á listaði hjá mér, okkur er það? Hann var með okkur á síðasta eða þar síðasta tímabili. Þar síðasta, já. Hugo er náttúrulega nýr. Páll er nýr. Og Hobson. Já, það passar. Sjá. Já, Kristján er með stilt á intermediate ekki á bílnum hjá sér. Hann átti að sörgla því og redda því. Það er allavega ekki vænlegt til árs. Nei. Kannski er hann bara að reyna að gefa hinu smá fórskot. Taka Hannes á þetta. Þeir allavega, Hannes og Kristján, þeir sitja allavega báðir inn í pit ennþá. Ætlar hann að koma út á Indes? Hann kemur út á Indes. Kannski verið að stríða ákveðnum manni sem að
Frægu, gerði garðinn frægan með því að vera að dúlla sér eitthvað á Indis eða nátti ekki vera. Allavega sama í stöðunni þar eins og hérna, það getur ekki ringt á þessari braut, þannig að Þetta er flott möting. Pálmar ætlar að koma eftir tímatökuna. ok. Sjá. Stenst það skoðun? Hannes er á Subaru, NSX, það er enginn á sama bíl, það er rétt. En Bergur fyrstur inn á hotlappið Tópsson á eftir honum. Horfum á það hérna. Byrja á hotlappinn. Sem Asta lítur nú út fyrir að vera sæmilega tilfallin til þess að keyra þessa braut. Já, hún er það svo sem við alla brautir sko, en já. Kristján kominn inn í pit og þá væntanlega að setja softdekkin undir. Þá fer hann á heavy vett. Það sem Asta virðist liggja ágætlega þörf. Gaman að þessari braut þegar maður er ekki að keyra hana sjálf. Sérstaklega ef að Já. Prófa að setjast farþegamegin í bíl með einhverjum og hérna. Það var akkurat það sem ég var að gera. Ég tók eiginlega allan hringinn með Berg sem kláraði hringið sinn og setti 1.52.5, Tópsson á toppinn 1.57. Fleiri búinu með hringinn. Sindri, Hugo, Jón Valdimars skýtur sér upp í annarsettið. Hilmar, eitthvað hefur nú gengið högt hjá honum þar. Næstur er Páll. Hannes heldur sig í pitnum. Það er 0.5 þarna, það er ekki vænlegt til árangurs í þessum tímatökum. Kristján kominn á softdekkin, er að klára hérna hringinn. Það lítur nú sem út hjá honum. Hann er að klára átlappinn, já. Já, Jóastrattið í kvóli, það er rétt, mikið rétt. Ég vil endilega að menn hendi í góða spá núna bara fyrir áður en við sjáum endanlega hvernig þetta fer allt saman. Þessi tíma. Og muna henda. Hvað segirðu, endurtaktu það sem þú varst að segja? Muna henda í like á streymið. Ok, ég er glaður að ykkur annar sagði þetta. Mér er farið að líða eins og rispaðir í plötu hérna. Það er alveg nauðsynlegt að hérna við fáum like á streymið. Já, helling á þeim. Má sjá. Því betra.
Bergur var með refsingu, Jón Valdimars er að klára hérna síðustu beygju. Ekki líklega öll að bæta sig úr þessu, Sindri var að bæta sig, skýtur sér í 4. sætið. Hefur engu glimt á nýja skrifborðinu. Hugo að bæta sinn tíma. Skýtur sér í 5. Wow. Var smá konta þarna með Jón Valdimars og Stoppfront svona að koma út úr tiltölulega nýkomin út úr bitnum. Það eru snertingum í annari beygju. Það var nú örugglega snerting hérna aftan líka. Það var nú einhver hérna sá sem var að fylgjast með var með skemmta aftan. Ég er hérna inn í hérna fullvirku heimili með hérna. Það er svolítið mikið að gerast í kringum með akkurát núna, þetta er einhvern veginn óðurlega óhentugt akkurát núna. En hérna, ég er næg að fylgjast með þetta smá þegar allir eru aðeins búinir að róa sig. Hilmar í vegginn inn í tunnel. Það er ekki hraðasta leiðin. Bergur að klára hring, hann reyndi að byrja hann hægt út af því að hann var með refsingu. Það var að gera að nýta exitið núna til þess að setja góðan næsta hring. Hann er nú ekkert út í hött með hennan tíma samt hjá sér núna sýnist mér. Allir mættir í tjatið, hörku mæting, það er mikið rétt. Enda sjá menn alveg hversu gaman er að fylgjast með okkur og hérna keyra með okkur. Þetta er ekki flókið. Fullt af nýjum. Það má gaman til þess að geta að þeir sem að menn hafa mögulega tekið eftir í að á bílnum hjá Jónmars þá er búið að endurgera Jóni Valdimars þá er búið að endurgera liveríið á framhendanum á bílnum og komið sérst Valdimars liverí. Páll að bæta sig, skýtur sér í 4. sæti fram fyrir Sindra. Þetta er einmitt í beinni, það er hérna lágasjólifur í með trúðanef, nei, með Mottumas. Ég tók nú reyndar rétt í það að hérna, það er nú svona hálfgert hérna yfirvaraskegg á bílnum hjá Bergi líka. Já, svo er það á bílnum hjá Hannesi. Já, hann er að taka sér svolítið bókstaflega. Hann er á Pepsi Max bíl með yfirvaraskeggi yfir Toyota-merkinu. Þetta er mekklegt. Það er mjög ánægður og þetta er á bílnum hjá Hilmari líka. Við má sjá Berg koma hérna á hörku hring, sýnist mér. Þetta er á bílnum hjá hverjum segirðu líka? Hilmari. GTR-unum hjá Hilmari. Hilmar bæti sig ekki. Já, það er líka þar. Það er allir í Mottumas hérna. Hver er að koma yfir línu og bæta sig? Það var Sindri, bætti sig var það ekki. Þú stíði því. Hugo er leiðin á Róskapmann. Hobson bætir sig ekki. Ég kalla hann gott ef hann ætlar að ná hérna náði að setjast á pólinn í fyrstu keppninni. Já, það er alvöru. Hilmar upp í 3. sæti. Vel gert. Á milli Pálmar er mættur, hann verður með 10 manns. Eru Hákon og hver var annar?
Hákon og Sigurður Heiðar, það er sens á þeim. Stingur hann sér á toppinn. Við hefum nú sýnt fínan hraða. Aðeins og græður að gjöfuna hana, en sjáum hverju þetta skilar. 52, 4, nei 7. Bætis ekki. Sindri þá síðastur. Sindri er síðastur í mark. Upp í annarsætið. Glæsilegt. Bara virkilega vel gert. Engu glimt hann Sindri. Þetta kemur, þetta er eins og að hjóla, maður verður ykkar, þetta er fljótt að koma tilbaka. Þetta er það. Þá er allavega tímatakan búinn. Já, ég ætla að loka þessu partíi, við ætlum að búa til annað partíi út af því að sjá hvort það lægi hljóðið eitthvað. Ég ætla að rétta með henni að búa til nýtt partí að fara yfir stöðuna. Já, og gerum við þetta svona. En það er Topson sem er fremstur, nær Ráspól hjá okkur í kvöld. 1.50, 7.19, flottu tími. Sindri annar í sinni comeback-keppni hérna. Gott að fá hann aftur á brautlóksins. Maður gæti að vera dettin aftur. Jón Valdimars, þriði. Hilmar, fjórði. Bergur, fimmti. Páll, sjötti. Kristján, sjöundi. Hugo, áttundi. Og Hannes, eftir að hafa bara dúllað sér í tímatökum í 9. sæti. Pálmar mætir svo og tekur þá 8. sætið, 10. sætið. Og náttúrulega opið fyrir fleiri ef að það eru fjögur sæti laus. Endilega nýta sér það og skella sér á braut. Ertu búinn að fara, Palli einhverju hluta vegna farinn? Sá að kom einhverjir... Já. Heyrir í mér? Já. Já? Já. Sá... Hvar sá ég eitthvað hérna... Ertu búinn að fara yfir niðurstöðuna? Já. Okay. Palli, okkur dastu út, kemur áttur inn. Þannig að mér er óvægt að enda sessionið. Býtu, maður sjá. Bara gulltryggja mig hérna. Orðin gulltryggðu með allar upplýsingar. Ég er að vinna þetta allt á símanum í dag, þannig að þetta er pínu vont. Og maður þá enda? Já. Okay. Þá getum við farið í það að lóta inn réttum stillingum. Palli kominn aftur inn. Setjum við nýja stillingar og það sem er mesta breytingin er, eins og ég sagði áðan, medium-dekkin eru dottin út sem mandatory og ökumenn byrja með hálfan tank. Það verður smá viðbrigði við og þeir eru að fara af stað á aðeins léttari bílum.
Já, helmingi minna bensín í starti. Það er alltaf munur á fullum bíl eða hálfum bíl. Þyngdin bara, maður finnir það alveg klálega. Þannig að þetta er eitthvað sem að menn hafa þurft aðeins að venjast. Já. Við þurfum að fá Sindra til þess að gera enter. Er það bara hann sem er eftir? Já. Já. Það er svo. En það er gaman að sjá alla flóruna af driver rating hérna. Það er allt frá A+ hjá Hannesi, í E hjá Palla og allt þar á milli. Sýnir líka prúðmennskuna í mönnum. Það Og það er Sindri kominn allir inn. annarkvort með A eða S í safety rating, sko. Herru, þá munum við og höfum þetta svo mikið sem Sindri annar, Jón Valdimars þriðji, Hilmar í fjórða, Bergur fimmti, Palli sjötti, Æskol Kristján sjöunda, Hugo áttundi og svo Hannes og Pálmar Henry. Já, það passar. Mikið Ég rétt ætla hjá að þér. leifa Hannesi, ég veit hann hérna, Ætlar að veit tróða að- honum afturstum. Hvaða stælar honum eru það? langar að fá að vera bara aftastur einn með sjálfu sér. Það myndi ekki leggja svona mikið á sig að vera síðastur ef hann vildi ekki vera síðastur í alvöru. Herðu, er okkur eitthvað vambúnaði að Ég held okkur sé ekkert að landbúnaði, það á enginn að vera á leiðinni inn sem ég veit um. Þá bara góðum við þetta. bara að hérna henda þessu á stað. Sjá Legg- hvað verður, hvernig þetta fer. Já, allavega góð mæting, ég er fegin fyrir það. Já, og þó að Pálmar Henry hafi komið inn aukalega, þá eru við samt ennþá í þeirri stöðu að það er engin tveir bílar eins á braut. Já. Pálmar kemur inn á Aston Martin. Aston Já, Martin. já. Vaftor Vantage. Já. Herrum, þá fyrir við á stað. Rúllandi start hjá okkur hérna í dag. Ég þarf að bakka út hérna og gera svona. Já, gerir það að verkum að það eru aðeins minni líkur á steik í fyrstu beginni. Já. Ég er að En spája að ekki útilokað, það er ekki útilokað. það er ekkert útilokað hér í dag. Það er bara svoleiðis. Ég ætla að vera hérna aftur í 7. sæti. Já. Tópsson byrjar á hardekjunum, Sindri þar á eftir á medium. Þannig að hann ætlar að sækja. Jón Valdimars þar á eftir líka á medium. Hilmar líka og Bergur. Palli ætlar að vera á Fara allir í hardekjunum. gegn- Það fara Kristján allir í og gegnum Hard, fyrsta Hugo kaflann. fer í vegginn hérna inn í litlu göngunum og endar þá næst síðastur. Kristján og Pálmar er á Hard, Hannes er á Hard og Hugo er á medium með smá skemmt núna. Hún er fljót að jafna sig. Jón Valdimars búinn að taka fram úr Sindra. Rikkaða. Þá
Sindri að koma á byggingunni og eftir honum í gegnum göngin. Það er ýmislegt sem er jákvætt við þessa Corvettu. Já. Meðal annars þetta. Já, Henta vel upptakið til- í henni er rosalegt. Já, henta rosalega vel í styttri reis sérstaklega. Thompson búinn að slíta sig út úr tauginu með þessari baráttu þarna á milli Sindra og Jóns. Sindri alveg staðraðinn í því að sýna hvað í honum býr hérna í kvöld, sko. Ég er alveg viss um það. Eftir fjarveruna. Svo er hörku barátta hérna 5. til 8. sætið. Það er loksins komin ein spá. Það er Hilmar fyrsta og Hugo í öðru. Það er einhver bísek hérna bæjast þarna. Já, Hugo þarf þá alltaf að vera töluvert upp ef hann ætlar að... Já, þetta kemur allt saman. Mjög tætt hérna fremst. Ég ætla að fylgjast með því. Sindri farinn að sækja á Thompson. Ég vildi að ég vissi nafnið á bak við það. Komin í slipið. Enda á mýkri dekkjum. Hannes og Pálmar Henry komnir hérna upp í 7. og 7. sætið. Hannes með renn á Pálmar. Við erum að koma þetta niður í skáluna. Super hann. Já, Hannesi hefur þetta. Einhverju þetta vegna þá er rúðuþurrkan í gangi hjá Pálmari. Ég var það ekki alltaf svoleiðis þegar hann var að keppa. Það er ekki alltaf Já, Griðmark. gæti verið Það var hreinar framrúðu. Hann kannski gleymdi að glekkoa framrúðuna hjá sér. Það gæti verið. En ég sé að hann hefur allavega sett smá fúsó á lakkið hjá sér, sko. Já, þetta er ekki hægt með þetta lifi. Það er hægt en að hafa þetta fínt en þetta lifir í Europílum. Já, svona luxuskerfi líka. Sindri reyna að skjóta sér á innanverðina á Thompson sem að gengur. Thompson missir hann, hvar er hann? Já, hann er hann, ok. Thompson breytist í innanverðina þarna sem verður að utanverðinni og innanverðin aftur. Thompson kominn fyrir aftan, Sindri kominn fyrstur. Nei, og Hilmar í vegginn. Jón Valdimars alveg orðin snart fyrir aftan Thompson. Það er ekki 100 að hættu niðan með Já, og er ekki Porsin ennþá þannig að ef hann fer út úr dreftina þá er eins og hann lenda á vegg. Það verður kvart yfir hvað verður nálægt hérna. Ég var búinn að gera allt hvað ég geti til þess að reyna að bakka honum. Já. Já, þau eru svolítið þröng sjónarhornin á þessari braut. Þetta er svolítið mikið bara brautin. Sindri nær að halda sér fremstum. Hérna eins og komið er. Á hann örlítið betra exit hérna. Nei, svo er ekki. Væpirinn sterkur. En þeir nána að skilja Porsin eftir. Já, það er ekki sterka liðin hans að fara í beina línu hjá Porsinum.
Ekki út úr svona svo þröngri Ingi beygju örugglega eftir að þurfa að leiðrétta mig með það eins og venjulega. Jón Valdimarsson á Jón sér í Valdimarsson 1,5 á sér í sekúndu í refsingu. penalty hérna, refsingu fyrir að fara út fyrir brautamarkin. Og í vegginn lendir í líka. veggnum. Heldur sér samt í slippinu hjá Thompson. Það er helviti gott, helviti öflugt. Hilmar sé sitt tækifæri í þessu. Sindri er búinn að ná að slíta Thompson út raftinni á sér. Þannig að nú er bara að setja hausinn niður og bæta við fórskotið. Það er náttúrulega, Sindri er á medium og meðan að Thompson er á harddekkjunum. Já, hann þyrfti að taka svona 4-5 kóli hringi núna til þess að ná sér í smá fórskot. Klálega. Loksins með hreint loft fyrir framan sig. Það er alveg greinlegt að þessi Thompson hann er ekki að keyra í fyrsta skipti allavega. Hann er með einhverja kílómetra á baku sig í helmikar. Herði, mér tókst að segja staðrind Porsin sem er ekki tóm þvæla. Ég verð að fagna þessu. Ingi búinn að staðfesta það í chatinu. Já, og Hannes kemur hérna upp á hliðina Jóni Valdimars. Hvað? Já, hann var að taka út refsinguna sína, já. Já. Þannig að Hannes er komin upp í 4. Úr 10. sæti. Hann tekur þetta svart og sigurlaust hérna. Pepsi Maxið fram úr. Ekki spons by the way. En við erum náttúrulega að tala um það. Hannes er náttúrulega einn af okkar rauðustu ökumönnum innan samfélagsins. Já. Þannig að Eina A+ ökumæðurinn í lobbyinu. Þannig að það er alveg viljandi gert að hann sé settur aftastur. Já. Og ég hugsa að ég myndi alveg nýta einræðisregluna að ef að Hannes myndi leyfa sér að taka alvöru tímatöku, að þá myndi ég ógilda hringinn hans og setja hann aftast hann alveg sama hvað. Hann hefði bara ekkert val. Já, það verður að vera eitthvað fútt í þessu líka, sko. Náttúrulega fyrir meistari hjá okkur. Já. Og fyrir svona, já, hvað ég segja. Hann vann náttúrulega svona hálfgerð geit framan af að helvítis hraði á honum. Já, hann er náttúrulega einn af okkar reyndustu ökumönnum innan samfélagsins. Engin spurning þar. Og Og toppdrengur líka. Er einn af þessum sem að verma toppsætin yfir fjölda keppna innan samfélagsins og stigafjölda og ég veit ekki hvað þannig að Ég er mikið að pæla hversu falleg orðið þarf að segja hann til þess að valda einhvers konar kommentatorskurs á hann. Það virðist ekkert býta á hann Hannes. Nei, hann virðist einhvern veginn vera orðinn ónæmur fyrir þessu. Já, ég held að það sé mögulega búið að býta hann aðeins svo oft. Það meiri sér alveg sama hvað ég tala um hann að það hefur ekki áhrif. Getur ykkur aðstofað mig hvaða Hilmar erum við að horfa á Fyrst að þetta er ekki Hilmar sem er skráður í deildina. Kvöldiðagnar, velkomin. Mér gæti vantað smá hjálp frá þér. Já, Gretar Hagalín hlýtur að geta sagt okkur eitthvað nánar til hennan Hilmar. Já. Það hlýtur að geta sagt okkur eitthvað það hver er að keyra undir hans merkjum. Hilmar Már Gunnarsson
það gæti verið að þessi Robson, hann gæti verið að hann heiti Þorfinnur. Hann var að spjalla aðeins við okkur inn í hvað var það, inn í skemmtilobby spjallin okkar. Já. Þar sem að þar sem hann var verið að benda honum á að hvernig hann ætti að taka þátt í opnundeildinni. Já, það líst mér vel á að hann sé þá mættur. Herðu, við viljum endilega vita skóstarið og þú veist hana. Agnar var fljótur að grípa í orðin sín góðu, minn á að henda like á streamið. Nú erum við að nálgast miðja keppni. Þá er svona kannski í opnundeildinni viðeigandi að gefa samstarfsaðilum okkar smá pláss í miðri baráttu þriðja setið á milli Hilmars, Jón Valdimars og Hannesar. Jæja, það er að koma barátta fyrst á annarsæti líka, sko. Thompson er að ná hálfa sekúndu á milli þeirra. Sindri hefur þá gert ykkur smá mistök á þessum hring. En þetta er allt í samstarfi við hamborgarabúluna, Krafti, Classic Detail, Verkfræðistofu Reykjavíkur, Dokubit, GT Akademíuna. Þetta er svona, nei, ég ætla nú ekki að segja samnefni, en þetta er náttúrulega svipað, ég verið að afsaka. Autocenter, Kaldi, MS, Verkfræðisalan, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Verkfræðistofa Reykjavíkur. Já, það kom þarna fram á hann. Bergur kominn inn. Bergur fyrstur inn í bit, taka harðtakinn undan. Thompson hangir ennþá í spoilernum á korvettinni. Það ná ekki víðara skotið á þetta. Hannes að taka hraðasta fyrsta sektor á harddekkjunum. Já, er náttúrulega með hraðasta hringinn. Já, hann er með hraðasta hringinn, fyrirgefðu, já. En nú er náttúrulega, nú er Sindri farin að þjást svolítið á lélegu grip á dekkjunum. Og eru harddekkin farin að verða aðeins betri. Heldur en þessi slitnu mediumdekkja Sindra. Það er nú alveg ótrúlega hvað Sindri á þó mikið af mediumdekkjunum eftir. Já. Nú meðan við það að vera korvetti. En þarna var smá snerting á milli Sindra og Thompson. Thompson fer aðeins aftan Sindra. Sindri heldur áfram, ótröður. Hannes að nálgast á ófluga, komin svona réttur utan slipið. Jón Valdimars þar stutt á eftir og Hilmar eltir. Pálmar að standa sig virkilega vel líka eins og Hilmar, með það að vera með 2 daga reynslu á leiknum, að þá er Hilmar nú að gera bara alveg virkilega gott mót. Hugo kominn inn, skiptir af miðjundekkjunum. Þetta er alvöru keppnin er rétt hálfnuð og við erum með baráttu 4 manna fyrsta setið hérna. Ég er að skoða aðeins
Ég er að skoða þessi hérna dekkjaslít og bensínellu og svoleiðis. Og miða við hvað Hannes er að hvísla þessi hardekk sín, er möguleiki að Hannes fari inn þegar hann er nánast orðið bensínlaus og setji soft undir. Það getur vel verið. Hann á það mikið eftir af þessum dekkjum. Ég var nú ekki einu búinn að hugsa það sem möguleika sko. Nei, hann kemur inn núna. Hannes kemur inn. Og Sindri heldur áfram. Thompson, þá er það Sindri sem leiðir áfram. Jón Valdimars þá 1,5 sekundu þar á eftir. Hilma kemur líka inn, skiptir yfir á hardekkin. Pálmar kemur inn. Ég gæti trúa að Sindri sé að skemma svolítið sjálfur sinna. Það er alveg séns. Arna Freyr, nú er Facebook orðið scary. Hefur það ekki alltaf verið það? Hérna risa fyrirtæki í eigu róbóta. Ég held að það væri bara gefið. Þú verður að útskýra betur. Hannes kemur fyrstur út af þeim sem fóru inn. 28 sekundum á eftir Sindra. Thompson hefur þurft að taka örlítið meira bensín. Enda Viperinn aldrei þekktu fyrir það að vera eitthvað sérlega sparnetinn. Engin svona skólabíll. Hilmar náðu sér í 30 sekundna penalty. Hann hefur náðu sér í pitlinn penaltyð. Já. En ég er að spá í, miðað við að þú skoðar bensíni sem að Hannes og Thompson tóku. Er Hilmar með nóg? Úff. Já, mikið hlýtur senn að vera sérlega sparnetinn. Þetta getur verið nýja Migran bara. Þeir sem eru búnir að pitta, þeir eru allavega búnir að taka töluvert meira bensín heldur en hann gerði. Já, Sindri kominn inn. Það þýðir að Jón Valdimars sem er ennþá út á miðjundekkjunum. Ég sé að Palli í 9. sæti hefur komið inn, sett softdekkin undir og fyllt tankinn. Já. Hann hefur viljað fá hreint loft og mjúk dekk. Já, og þungan bíl. Já. Já, bara til að fá meira grip. Hann liggur betur þegar hann er fullur sko. Koma Hannes og Thompson inn á ráðskaflan. Sindri byrjar í bensínáfyllingunni. Sindri tekur bara 30%. Sem að þýðir... Já, það ætti að duga. Að það ætti alveg að duga. Það er bara svipað og Hannes og Thompson. Thompson reyndar með þó nokkuð meira. Já, en svo er Hilmar með tölvört minna heldur en þeir allir. Já. Hann ætlar að taka fjúlsefið á þetta. Pálmar kominn á miðjundekkin. Er í einhverjum 27%. Þarna verðum ennþá að bíða eftir útskýringum frá þér. Nú er Jón Valdimars að klára skálina. Það verður gaman að sjá hvort hann kom inn eða hvort hann ná að kreista 1 hring í viðbót. Ég veit að ef hann er að kreista 1 hring í viðbót þá kemur hann út á softdekkjunum sko. Já. Og indi vinstri í Texaco og þá hlýtur hann að fara... Nei, hann á hardekkin eftir. Hann á hardekkin eftir, þannig að hann verður að taka þau núna. Hann kemur inn. Hannes að bæta hraðastar hringum heila sekundu. Þetta kom henni yfir á miðjundekkin. Átti hraðastar hringin á hardekjunum, þannig að... Thompson heldur áfram að fylgja honum hérna rétt
1,5 sekúndu á eftir. Haldum hans að leiðinni hérna út. Kemur út rétt á undan Sindra. Úff. Sindri svolítið djúpur, fær örugglega refsingu fyrir þetta. Pálmar Henry er búinn að skjóta sér hérna upp í 5. setið á undan Hilmari. Hilmar náttúrulega með refsingu. Sindri slapp í refsinguna. Sindri slapp í refsinguna. Náði að rétt að hanga 1-2 pöxlum inn á körpinu, þannig að þá er baráttan orðin bara hérna 3. og 4. sæti. Sindri tregur nú sæmilega hratt á hann hérna. Já, það er hátt í 0,3 sekúndur á hann bara á mæningarnum. Já. Þeir eru báðir hard og meðan Hannes og Thompson eru á medium fyrir framan. Það er nú eitthvað barátta hérna 5. og 7. sætið ennþá. Pálmar virðist þó vera búinn að slíta sig svolítið frá hann núna. En 1,7 sekúndur þar á milli. Það eru Sindri að taka rennið á Jón Valdimars. Og hann er því Komið fram úr. fyrir bremsukaflan, bremsukaflan. Og bara spurning að hanga á þessu. Já, þetta er baráttan síðasta podium spottið. Hannes og Thompson virðast vera nokkuð öryggi með þetta, með sín sæti. Bara spurning hvað verður á milli þeirra. Þeir eru náttúrulega á medium eins og áður hefur verið sagt. Sindri þó aðeins mögulega búinn að nálgast Thompson ef eitthvað er. Minnir að það hefur verið 8 sekúndur núna rétt að hann. Þess með tæpilega 2 sekúndar forskot á Thompson. Sindri aðeins utan í vegginn hann. Kemur ekki að sög. Það er allavega engin önnur barátta á braut heldur en milli Sindra og Jón Valdimars. Og það er nú ekki fyrsta skipti sem þeir berjast. Nei. Það mætti nú segja það. Nú eru ekki síðasta heldur. Sindri náttúrulega sigraði keppni fyrir áramót í fyrstu deild á fjallinu. Panorama. Fjallinu ógulega. Sýndi, þar sýndi hann aksturinn sem að hann gat sýnt af sér þegar hann var í úrvalsdeildin á sínum tíma. Já. Já, í þeirri deild sem að er úrvalsdeildin í dag. Já. Hann á alveg til hörku akstur ef hann dettur í gírinn þá getur hann verið helvíti skæður.
Já, Jón ekkert síðri, sko. Nei, alls ekki. ekki. Það sem að hefur eiginlega verið ástæðan fyrir því að Jón Valdimars er komin niður í opndeildina er eiginlega bara að hvað maður að segja, bara vinnan og lífið að þælast fyrir hobbyinn. Já, hann vill stundu vera þannig að, Það var algjörlega galið að það skulle ekki vera að tekið meira tillit til þess að maður er að sinna hobbyinu sínu. Nákvæmlega. Það er, ég díla mikið við þetta vandamál, sko. Maður það kannski eitthvað að fara að taka það í gegn. Það er náttúrulega þegar að, sko, það er náttúrulega aðeins skiljanlegra með því þegar að þú stendur einn af þessum sem að standa með járnbrygging stór út á grasi að slá hvítar kúlur ofan í hólu sem eru að stærfi vasklas 300-400 metra í burtu frá þér. Og það er sumarhobbyið. Maður þarf að hafa eitthvað á meðan það er ekki tímabil hjá okkur í gangi. Þá fer maður í viðskiptatengslin, sko. Maður fer náttúrulega bara á golfvöllinn til að drekka bjór og reyna að gera eitthvað að díla, sko. Þessi afsökun er löngu orðin úrelt, það eru allir farnir að nota hana. Já, það er rétt. Meira þess að skítuðir iðnaðarmenn. Já. Það er ekki nógu gott. Herðu, Tobson er komið með hraðasta hringinn. Hann er búinn að missa það til hans. Það er svolítið síðan með þessa, ég tók getið. Já. Páll aftur komin inn á sóttekjanum. Það er ekki mikið sem að munar á milli rauðustu hringjana þeirra. Þeir settu sína rauðustu hringin. Já, og þetta er á sama hring. Já, þetta er bæðið allir þetta hring. 12.000 á milli. Þannig að, já, ég held að sé alveg ótt að segja það að Tobson er, ef þetta er þessi Þorfinnur sem er grunnur að þetta sé, þá veit ég til þess að hann er búinn að vera að keyra í Gran Turismo í 5 ár á stýri. Já. Og hann hafi ekki keppt með okkur áður. Já, þá er bara tímum bært að svo sé. Algjörlega. Og Við erum komin hérna á síðasta hring. Það er ennþá barátta 3. og 4. sætið. Milli 3. og 4. sætis. Engin barátta 1. og 2. Nei, og þetta er eiginlega eina baráttan sem er á brautinni. Ég tel sem bara 9 púnta braut. Akkur er það? Ja, þeir eru samt 10. Já, það er já, auðvitað. Þeir eru náttúrulega saman Jón Valdimars og Sindri. Já. Hannes með nógu mikið bil. Jón Valdimars að sína sig á innanverðinni Nú er þetta do or die fyrir hann hanga nógu nálægt á beinakaflanum, nýta sér tógið. Það skiptir ekki máli. Sindri er samt að toga sig í burtu. Hvað er það fyrir? Ekki lengur, þarna kom eitthvað. En Porsinn greið á styrkinn í beigunum. Þegar þú ert 0,3 sekundur fyrir rattan, bílinn fyrir fram að þig. Átt betra exit. Og hann toga sig í burtu frá þér. Já. Sindri geti lent í því að þurfa að verjast inn í síðustu beigurnar. Hannes er að koma í línu. Hannes sigrar hjá okkur í kvöld. Þeir koma hlið við hlið. Í sinni fyrstu keppni, annar. Lokarinn í vörni. Jón Valdimars er komin undan því. Hvað ég vildi að þessar sjónarhorn væri ekki svona þröng að sjá þetta betur. Jón Valdimars með snilda múv í síðustu beigunni kemur sér fram fyrir.
Tekur síðasta Þetta var fallinn. aldeilis. Sindri, Sindri lendir aðeins í vagnum á leiðin út úr síðustu beginni. já, Pálmar kemur í mark 5. Bergur 7. Hilmar hérna eftir frábæra keppni. Hvað segir þið? Jón Valdimar Snær að nýta sér hennan örlitla koss og Sindra í vegginn og Hilmar hérna upp á körbið og nær að snýr. stinga sér fram úr. Já, Jón Valdimar Snær að nýta sér gripið í porsinum. En það kemur ekki að sökja á Hilmari hérna. Hilmar klárar þetta samt í 7. sætinu. Já, ef hann ætlar að klára, hann er nú eitthvað á handbremsunni hérna bara. En flottur akstur hérna. Herðu, þetta er nú ekki, við þurfum að kannski í fyrstu keppni að þá kannski erum við ekki að kvarta á mikið, en minnum ökumennum á að hérna gula flaggi getur skipt sköpum yfir línu. Þannig að við biðjum mennum að vera ekki að taka snúningin yfir línuna. Páll kemur hérna í 8. sætinu. Hugo þar á eftir í 9. Og nú spáð sigri hér í kvöld, var það ekki? Já. Og svo Kristján skila sér í 10. sætið. Thompson með hraðasta hring. Ég ætla nú að gera þetta frekar hratt út af því að við erum að fara í aðra deildina og mér langar að ná þessu replayi, þannig að ég ætla að stinga úr þessu lobby. Mér langar að ná replayin af Sindra og Jóni Valdimar þarna í síðustu beygjónum. Já, þú eiginlega glemtir að fara yfir stöðuna áður og þú fórst. Já, það er enda rétt. Ég las þetta nú allt upp. En það var Hannes sem sigraði þetta. Það var Thompson sem að tók annarsætið með hraðasta hring. Jón Valdimar sér 3., Sindri 4., Pálmar er í 5., Bergur 7., Hilmar 7., Palli 8., Hugo í 9. og Kristján Æskól í 10. sæti. Alveg hörkum barátta alveg frá fyrsta hring. Já. Það er alltaf skemmtilegt að sjá. Já. Þetta er 15. hringur sem við erum á hérna núna. Þetta er 16. og við komum okkur hingað. Og við erum á þetta hérna aftan úr bílnum hjá Jóni Valdimars. Jón inn í sparkóbeiguna nær sæmilegu exiti, inn í Texaco víðari og með betra exit sýnist mér líka, já. Bremsar aðeins seinna heldur en Sindri, stingur sér raunavöruna, Sindri aðeins og grófur. Úff, þetta var nú snyrtilega gert, það var smá þarna.
smá verið að skiptast á málingu, en þetta var bara eins og það er. Það er allt undir á síðasta hring. Bara eins og þetta á að vera. Herðum, við lokum þessu hérna núna. Ég vona að þið fylgið okkur öll yfir í aðradildina eftir smástund. Streymið fer í gang bara núna eins og skot. Við þökkum fyrir í bili og sjáumst eftir smá.